All right. Ok, boss. Hvernig lúkka ég? Fínt. Og hárið? Ekki er úti. Ekkert er úti? Nei, þú ert svona kortri að vera með þetta úti. Nú byrjaði ég. Jæja maður, hvað segirðu? Erum við ekki annars byrjað að taka upp Bryndís? Ok. Hvað segirðu? Ég er bara gott, en þú? Ég er bara ógeðslega þreytt. Já. En þú? Ég líka. Það sem ég finnst, ok, ég ætla bara að segja eitt, af því að það er alveg búið að koma önnur ábendingin úr húsi. Ja. Og það er, við erum alltaf að tala um tískuvikuna. Já. Eins og það sé bara ein tískuvika í heiminum. Það er alls ekki þannig. Nei. En það er ein tískusvika sem við vorum á í síðustu viku. Já, tískuvikan í Kaupmannahöfn. Yes. Sem við erum búin að fara á. Mér langar að segja alla æfi, bara í svona 20 eitthvað ár. Já, mjög lengi. Og mikið af þessu myndum er mynd hérna á... Já, ég var að fatta. Já. Þetta er á tískuvikunni, þetta er á tískuvikunni, líka þarna í brúnakápunni. Mætti halda einu skipti sem hann enn að dressa svo uppir. En þú? Já, ég minna, þú veist, maður er yfirleitt svona smá vel til haður. Já. En svona, þá er ég að meina svona alveg ekstra gellustæla. Það er svona alveg lagt aldrei í það. Það verður. Það er ekki gaman að vera þarna og svona að segja eitthvað fínt, sko. Já, algjörlega. Það er bara þannig. Já, en þetta er svona crazy vika sem við vinnum bara myrkran á milli og hlaupum á milli funda og sjórúma og og þú veist, maður kannski fer hérna 3-4 daga en maður líður sem maður hafa verið í vikum. Já, en sko þetta yfirleitt að skella á mann þegar maður kemur heim, af því ég hef oft sagt, þegar maður er hérna úti. Það er bara gaman. Nei, og maður er bara með ykkur orku. Já, það er ekki þreyttur. Nei, maður er bara ekki þreyttur. Brókislega gaman. Já, það er brókislega gaman. Og svo maður deyja að maður kemur heim. Ég gæti alltaf tala á laugardaginn. Nei, veistu það, ég var svo þreytt á laugardaginn. Og svo er maður minn, Ari, hann er bara eitthvað... Hvað að gera? Af því hann sér bara eitthvað glamúr myndir. Bara eitthvað út að borða, í sjórumum, drekka flott kaffi. Hann er bara, þú varst að koma heim og fríi, sko. Ég bara... Ég ætla samt að segja eitt maður, ég hef oft fengið að heyra, ég sé dugleg. Ég segi það alltaf, hafi hitt Mæja vinkunum mína. Því ég meina, þú veist, að horfast grána þína og stundtöfluna fyrir þína fyrir þetta er náttúrulega bara insane, þú ert ógeðslega dugleg. Ég ætla bara að gefa þér það. Takk fyrir það, þú líka, við erum bara báða duglegar, skilju. Var ekki eitthvað sem sagði við okkur úti núna, bara við getum verið systur eða... Ég veit ekki. Jú, það var eitthvað sem bara fannst við eitthvað svo líka. Já. Getum alveg verið systur. Já, mögulega. Ekki, báða litlar dakarar frá Íslandi. En sé hvað kallt í Kaupmannahöfn. Það var eitthvað skrítið. Þetta var rosalega skrítið. Maður er vanur að koma úr okkur brjáluðu veðri hér í janúar. Já. En núna var þetta öfugt. Maður kom bara heim í sunshine og hérna 10 gráður líka við. Já, ég var svona smá að vonast þegar við erum alltaf búin að vera veðurteft. Já, síðustu 2 ár. Síðustu 2 ár í janúar. Guð blessi það bara. Og ég var alltaf að tjekka eitthvað svona veðurskonu, ekki það mér langaði alveg heim, en það er svo kósi að vera eitthvað svona fastur eitthvað staðar. Við vorum veðurteftar á síðast ári, akkurat í janúar á tískuvikunni og tjekkum okkur inn á Uxlanæs hótel og fórum í sánu og vorum að horfa á Sex and the City, manstu þetta var geðveikt. Þetta er room service. Við nefndum ekki eins og út að borða, þá voru reyndar orðnar þreyttar. Já. Eins og við erum alltaf enda vikuna. Það var ótrúlega næs. Maður kom aðeins betri heim þá heldur en núna. Já, og svo árið þar á undan, þá manstu voru við fastar upp á flugvelli og það var alltaf að vera fresta fluginu. Já, það var ekki jafnæs. Þá gistum við á flugvellahótelinu. Ég þurfti að fljúga til Oslo, ég og Magnús. Sonur minn þurfti að fljúga til Oslo og þaðan heim. Ég bara fór með einhvern veginn. En það sem við gerum náttúrulega, þú veist, á þessum tískuvikum, við erum náttúrulega að panta inn allt sem er að koma næsta haust. Í búðurnar, já. Mestu megni svona langt fram í tíman, þetta er alveg einhver merki sem eru með svona styttri afhendingatíma og erum að kaupa það styttra inn, en svona almennt þá er maður, þegar maður á þessum vikum, ef maður er að kaupa alveg 6 mánuði fram í tíman. Ég meina, núna í janúar, við vorum basically að kaupa næsta vetur, semst næsta haust, þetta kemur í búðurnar kannski í ágúst, september. Júlí, ágúst. Og það er samt eitt tipp sem ég langar að gefa fólki, af því að kápur og pelsar, svona flottar kápur og pelsar og úlpur fyrir veturinn koma oft, svo snemma, áður að vera kalt. Það er ekki tekið eftir þessu. Svo selst þetta allt og svo kemur óslega kalt og þá er allir pelsar búnir eða eitthvað, þannig að tipp sem mitt er að vera svolítið tímalega í kápukaupum eða sjá eitthvað ókslega flott. Ekki býð eftir að selst upp. En allavega, snúsi og lúsma, þannig. En hvað, ef eitthvað að ræða úlpuna, varst ekki nýbúin að sleppa orðinni, ég minni eldri sjá mig í úlpu. Svo mæti ég bara tískugunni sem bara ógeðslega flott úlpu. Við fórum út að borða, þrammað þú ekki drottningin inn, bara í glænir í úlpu. Hörðu, talandi mig sem búin að fara tískugunni 20 ár, þetta er fyrst skeitt sem ég labba með flík út af sýningunni.
þú fær aldrei gefin sýnisotnin en eitt út þau þurfa að eiga þetta. En hún gaf mér úlpuna á sýningunni, ég fór bara út í henni. Nei, hún greinilega bara hlustaði á síðasta podcast og hún bara, þú þarft að eiga einu úlpu fröken. Þetta ógeðslega fyndið, þetta geðveik úlpa, en hún kemur reyndar ekki fyrir ágúst, mjög flott á þessu ári. En, þú getur notað henni helling núna. Já, hún fyrir mig svo í skeiðaferðina sem átti alls ekki að fara neina úlpi. En þau veit alveg hvað þau eru að gera, auðvitað líka, þú verður búin að selja allar úlpuna þínar, þú ert í henni núna, búin að auglýsa hana. Já, örugglega. Ég held að það sé líka alveg smá, þú veist, ég hef alveg stundu fengið gefið sýnisotn. Bara eins og eitt blazer sem ég fekk daginn frá Neo Noir og ég var þrammandi allan desember í þessum blazer og svo það sendi ekki Það var bara búin. Fyrirfram, já, það gerst. Þannig að þú veist, auðvitað vita alveg hvað það er að gera, en það er ekki algengt að maður fara með út af sýningunni. Ekki flík, en ofta eitthvað svona og það oftast þurfa að geyma hana því þau eftir að sýna þetta mörgum sinnum. Já, nákvæmlega. Áður en þetta kemur út. Já, einmitt. En já, hvernig fannst þér tískuhugan? Mér, sko, eins og segir, þú veist, það var ógeðslega kalt og svona kannski ekki alveg sama stemningin og er oft í ágúst og ofta er náttúrulega miklu betra veður. En auðvitað er alltaf gaman, þú veist, ég er svo, ég held að maður verði ekki þreyttur af því að maður er bara að gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Og og auðvitað er mikið að gera og það er kannski líka skemmtilegt eins og í okkur núna erum við líka með svona dálítið nýju fólki, svona í bland við eldri og það er bara gaman að fara og sýna þeim hvernig gert og svona því að ég fæl svona déjà vu síðan í gamla dag þegar við vorum En svo við skýra kannski út fyrir hlustundum, þá er þetta samt þannig að við, sko, það er bæði svona höll, þar sem eru bara ógeðslega mörg merki, bara í svona básum eiginlega, þar sem er bæði að leita nýju merkjum og bara hitta gömul merki og kaupa inn og svo er líka fullt af fyrirtækjum sem eru með sjórum út í bæ, þannig að maður er líka svolítið svona að fara í leigubílum og hitta fólk, þar sem þau eru bara búin að búa til sitt svona universe, þú veist, sem gerir merkið ógeðslega flott. Þau vilja náttúrulega ef þau eru með sjórum líka. Og hvað heitir sjórum? Sýningarherbergi, ég veit það ekki. Sýningarsalur. Ég segi alltaf sjórum, sýningarsalur. Þá vilja náttúrulega maður komið þangað, af því eins og þú segir, þá eru þau bara búin að búa til bara heim þar og kannski eitthvað sem þau getur ekki alveg gert á. Með geðveikum ljós og krónum og speglum og húsgögnum og svo hanga fötin á okkur flottum slám og þá verður þetta alveg svona, manni finnst þetta ennþá flott. Já, einmitt. Og líka mörg merki sem eru bæði með sjórum og svo sýningunni en þá er maður yfirleitt að kaupa af þeim í sjórumi það er svona meira næs og maður getur ekkert máta allt og eins og við náttúrulega mátum allt ég held að það sé eitthvað sér íslenskt dæmi það máli já, vel altnar upp já, en sko af því að maður klæði sig þannig að maður getur bara vippa sér úr og bara máta buxur á bara sama hvar maður er sko þegar maður pælir eiginlega í því áður maður leggur á stað svo maður geti, maður er alltaf hlýraból undir alveg tilbúin hjólabuxum, einhverjum undirkjól og ég sé alveg svona stundum sérstaklega ef maður er að kaupa ykkur ný merki það er bara að horta á manni sem maður sé bara nei bara svona já við mátum allt sko já en sko þú veist þú tekur eitthvað herðatrið kannski flottu blazer svo ferði inn og hann er bara vansnið og það ertu bara ekki að kaupa hann skilur þú verður að pröfa sérstaklega buxur eiginlega bara allt já eiginlega bara allt maður þarf bara að máta allt en og svo náttúrulega reynum við náttúrulega líka bara að hittast og hafa gaman að spjalla þessum og eitthvað svona eins og við Já, svo er þetta einhver merkjum í tískisningar. Það var reyndar minnum það í ár heldur en syndist mér vanalega. Ég held bara það er eins og merkin sé að taka einhverja nýja stefnu með þetta. Ég veit ekki hvort þau vilja setja peningi sem eitthvað annað en allan eins og til dæmis Rotate sem að lokar eða alltaf Fashion Week í Kaupmannahöfn. Með geggjum sýningum. Þessi mynd á okkur í miðinu er einmitt af sýningur síðasta sumar. Já, einmitt. Já. Eins og þau sagði mig að þau ákveða að vera bara með svona svona partí gerði það reyndar óslega cool, sást það? Já. Þetta var svona allt eins og kasíno eins og að gera sniðut það er velja fullt af einhverjum skvísum, leikonum og áhrifavöldum og dressa þær upp en núna gerða hann að blanda í staðan fyrir að vera sína sem kemur næsta haust sem er að selja núna þá dressa þær upp í það sem er að koma bara eftir 2 vikur Já. Og þú veist, og þá eru verið að taka myndum af því sem eru að koma núna þannig að húninn sér þessa myndir og getur keypt það eftir viku. Ég veit það, bara see it now, buy it now. Já. Ég held að það sé og það hefur oft verið alls konar tískusýningar líka og ég har svona stærri merkjum, bara svona, þá er ég að meina svona bara, hvað ég segja, svona þessum þekktu tískuhúsum. Þau hafa líka verið alltaf að vinna með þetta. Já, veit þið líka út af hverju, ég meina, þú veist, því þeir sína merkin, þú veist, bara stóru merkin sína og það bara komið í söru og eitthvað bara eftir 2 vikur og svo þá komið til þeirra eftir halvt ára, gengur ekki upp. Nei, þá er náttúrulega búið að kopja allt. Þetta er bara orðið allt og hratt. Sko. Já, en þetta held ég, auðvitað er þetta sniðura að sína bara það sem þú getur keypt núna. Þú veist, við erum öll með strax veikina. Já, ég veit það. Og það er bara orðið að því að þú veist eins og við höfum líka talað um aður, þetta er allt bara komið í síman og
Já, og einhvern veginn þannig. En að þær voru bara að prófa eitthvað nýtt í Rotate og sjá, pröfa. Og svo líka, hverju fleiri hafa verið með? Munti til dæmis. Voru þeir ekki með? Nei, þeir voru með svona svipað event og hérna Rotate. En bara svona, að því maður... Gamni var ekki með það nokkuð? Nei. Bara, ég held bara mörg merki sem maður talaði við og þá einhvern veginn, það einhvern veginn svona eins og sé verið að skipta svona smáum takt í þessu. Já. En svo eins og Bám, hérna merki, þau voru með sýningu, þau bara sögðu mig að þau ætla einhvern veginn aldrei að hætta því, allavega ekki staðin núna. Þannig að þetta var alls konar. En það er rosalega kostnaðarsamt að halda svona sýningu, ímyndaðir, þau eru með kannski 20-30 módel og þar með hárgæslu fólk fyrir alla, make-up fólk fyrir alla, þú veist það þarf að leigja sal og byggja svið og það er með hljóðmenn og hljóðkerfi og bara fullt af fólki að vinna og bara þetta er rosa kostnaðarsamt, þannig að þetta þarf að borga sig þetta. Bara fara allir í naflaskoðun og einhverju tímabili og ákveða bara hvernig er best að fjárfesta til að En tískuvikan SSA, tískusýningar, það er showroom, hvað sem við fundum íslensku. Sýningarherbyggi. Og svo sýningin. Ekkert sexy við það orð. Og svo sýningarhöll. Já, þetta er svona þríþætt í raun og veru. Einmitt. Og það eru einmitt 2 sýningar. Finnst þér eitthvað að hafa breyst núna, hvernig þú vinnur þar núna eða áður fyrir út? Ég man eftir einu sinni, maður klára bara alla pantanir úti, en núna er ég bara svona oft, ég fæ eitthvað lit af hringjum og ég labba á herðatréin og set fjólblá hring og allt sem ég ætla að kaupa og svo senda þær mér bara myndir, pöntun og ég set inn í quantity eða magnið eftir ég er komin heim. Einmitt, já, það hefur líka breyst. Ég held líka bara með allri eitthvað svona tölvutækni og bara hvernig er þetta að greina allt, þú veist, í alls konar skýrslum og svona, það vill maður vera búin að bara að skoða það alveg í þaula áður maður pantar þannig að maður svona viti En mér er svona stundum þegar maður gerur mikið þannig þá er svo mikil vinna eftir að maður kemur heim þá er alltaf tískuvikan bara 3 vikur í staðan fyrir vika mesta vinnan er þegar þú kemur heim þetta er nefnilega svona gott vond ég veit það en kannski betri innkaup ég held það sko en svo stundum hefur maður kannski ef maður hefur haft tíma sett niður eitthvað magn og svo blaða maður kemur heim þá hugsa maður bara minnst það bara svo mikil tíðverknaður þá ertu að eyða tíma úti og heima En núna finnst mér þetta líka svona smá að hafa breyst hannig út af því að þú veist, við fórum auðvitað bara alltaf tískuvikunni 2 ára og gerum bara ennþá, það er bara alltaf janúar og ágúst. En einu sinni var maður bara alltaf að kaupa 2 línur. Ég veit það. Og það var bara svona spákaupmennska. Nei, það vetur og sumar. Já, eða maður bara vorhaust. Spákaupmennska fyrir veturinn og fyrir sumari. Svo kom bara ekki þessu milli. En núna er allavega öll merkin sem ég vesla við með 4 til 6 línur á ári, þannig ég er að kaupa svo ört. Þannig að þetta er ekki alveg mikið pressa á manni þegar maður er þarna eins og var. Nei, nákvæmlega. Það hefur líka breyst, en ég held líka bara að segja að þú getur ekkit verið bara vita bara nákvæmlega 6 mánuði fram í tíma. Ekki lengur. Maður stundur bara, hætta langið að það komi. Ef það væri bara þannig. En hvað fannst þú standa upp úr? Þú veist, hvað fannst sástu svona eitthvað nýtt, eitthvað svona? Ég eiginlega get bara sagt að bara með litina skilju, brúni liturinn alveg fyrir að halda áfram. Mér veist ég sjálf mikið rautt, mikið grænt, svona alls konar útgáfur af grænu og það er svona overall það sem var verið að sýna. Þannig að, annars var bara margt mjög flott sko, en það var ekkert eitthvað svona crazy nýtt. Eina sem ég tók eftir að því að hótelinu mínu var svo mikið eitthvað svona algjörum skvísum, svona áhrifavöldum sem voru að fara okkur tískuningar. Þar var allar með hatt. Já. Svona, hvað heitir hann aftur? Pillowbox hatt. Já. Ég sá einhverja gellu. Það var alla með svona? Já, ég var að labba fram einhverju veitingastað og það var einhver gella. Ég held sko hún væri fluffræði í bleikum fluffugum. Að þeir eru svo fluffræðhattur? Svona harður? Já. Svona eins og puls eða svona kjötiðina manna hattur, eitthvað, ég veit það ekki. Svona, hatt, já, ég veit ekki. Og við munum setja myndir og alltaf sína frá því. En veist það, ég bara, svo fórum við í stand. Mástu, þú komst með mér? Já, það var svona hattar. Við mátum. Já, við mátum. Við myndir okkur með svona hatta. Með blettatígur, svona boxhatt. Nei, það var maður bara, þetta er að fara að vera eitthvað. Kannski. Já. Við skulum sjá til. Maður þarf aðeins að melda þetta. Já. En það voru... Segjum við þetta, mætum við eftir mánuð 2 með þrælar tískunar, allan daginn. En mér fannst líka bara... Segir þú með úlpuna? Já. Maður getur þetta allt honum sig. En mér finnst líka bara allar vera með höfufatt. Það voru ógslamark með lambusettu eða svona eitthvað skonar, þú veist, hvað heitir þetta?
Ég ertu að tala um bara svona hettu. Já, hvað heitir þetta? Það er eitthvað... Já, balaklafa. Balaklafa, já. Og hérna... Heitir það ekki, balaklafa? Jú, það heitir balaklafa. Skrítið orð. Já, ógstaskritið, en það heitir það. Það var óslamark með þannig og sumar bara með svona hettu, bara eins og ungbarna húi, bara bindna undir hökunni, ég bara, þetta er ekki að gera neitt fyrir neitt. Og sumar... Þeim allan ekki kalt á eyrunum. Nei, en það var reyndar óslakalt. Og svo fannst mér allir í svona gerfipels, eða pels, skilur, ekki ekta held ég held að sé allir í over that, en þú veist, það er bara ekki bóðlegt. Nei. Ekki við nefnum að vilja láta hendi í eggjum. Já. Það gerðist eins og fyrir mig. Þeir eru í London, ég vil líka. Ég ger aldrei aftur, ég er brend, sko. En það er mörg á síðan, sko. Býtu, höfum við lent í því sama? Ég bara... Hvar varst þú? Bara eitthvað starf í Oxford. Já, ég var að fara með Eurostar. Nei. Frá París til London. Já, yfir að vestra. Ég var bara eggjuð. Já, þetta er ógæð. Ég var eggjuð. Þú veist það, ég bilast, ég er bara að gleyma þessu. En ég meni, og ég var samt í vintage svona já, það er samt, ég var einmitt að horfa ekki. Er það ekki gjaldgengt ef þú kaupir þetta? Það er það samt eiginlega ekki. Þú veist, sumir segja það, ok, það er skarra, ég viðkenna, skarra. Já, ég á 2 eða 3 svona vintage pelsa heima sem ég elska, ég bara alltaf verið í þeim bara ef mér sýnist. Ég bara verða góðu, endilega. Ég kaupi bara stand. Það hvort er búið að þú veist? Já, en það er þetta ekki sammála? Nei, veist, mér finnst það svona smá lélega ásökun, þetta er bara eitthvað sem maður á ekki að vera í fyrst. En hvað akkur ertu það í leðurskóm? Já, akkurat, það er byproduct, það er Maja. Nei, ég bara spyr, hvað er öðruvísi það? Mér finnst það bara eitthvað svona, ég veit það ekki. Þú veist, þetta er smá svona, nei, ég veit ekki, ég bara, þú veist, mér finnst bara gerfupelsar svo flottir í dag. Ég er náttúrulega miklu fleiri þannig, en ég bara samt á þessa pelsa. Já, nota það þó bara allt í góðu. Já. Nei, að við langaði alltaf að fara í þetta þessu umræði með leðu skó og eitthvað svona hverju munurinn, en það er kannski setjum tíma eitthvað. En þú veist, það er náttúrulega eitthvað sem er byproduct oftast. Já, en svo var Copenhagen Fashion Week, CPH, 20 ára á árinu. Ég vissi það ekki. Ég sá það bara eitthvað starf á Vogue Scandinavia, en það fór ekki, ég tók ekkert eftir. Ekki heldur. Ég bara, ok. En það eru 20 ár síðan. Ég held að Copenhagen Fashion Week sé 20 ára, en SIF sýningin í sýningarsalum sé eldri. En manstu í gamla daga, þegar við tölum alltaf í gamla daga, ég er nú alveg búin að fá skell fyrir það líka. Hvað held ég þið sé 70 eða? Nei, ég held að ég er ekkert 70, en þetta er við erum kannski að tala um 2000. Já, fyrir það mér sá, ok. Bara teka fram, bara þegar ég segi gamla dag, þá er ég að tala um í kringu 2000. Ok, svona bara hafa það á hreinu. Hvað maður að segja, in the olden days. Yes, old and golden. En þá, manstu við vorum alltaf að fara á Öxnalinn. Var þetta þá bara að byrja þá? Sko, Öxnahallinn er svona, líka svona sýningarsalur. En Copenhagen Fashion Week svona, er annar hattur. Já, yfir þetta. Já, ég skil. Ok. En já. Herðu, ok, þú ætlar að segja mér eitthvað rosa djúsi sögu. Eitthvað eftirminnilegast. Já, við ætlum að tala um eftirminnilega tísku viku. Já. Og mín saga er ekkert rosalega gömul. Við hefum náttúrulega rosa margar sögur frá sem tískuvikum, en það er ekki langt síðan. Það er kannski svona 3-4 ár. Hvað er Anna Magdalena gömul? Það er allavega Elisabeth Gunnars vinkonu mín var kasólétt. Ok, er hún ekki bara 4 að 5 eitthvað? Nei, hún er ekki eins og hún. Nei. Hún er að verða 4. Já. Og allavega við erum á tískuvikunni og Ganni er með tískusýningu og 66 er með þeim, gerði eitthvað jakka fyrir það. Já, einmitt. Og við erum sérst á leiðin á þessa tískusýningu sem er haldin úti, þetta er sumar og hún er á, þú veist, Hafnarbakkanum. Og við erum svolítið seinar, svona eins og gengur. Já. Og ég man eftir að Elisabeth bara eitthvað svona ermalösa vesti og er bara með kúlunum til lofti, hún er bara mjög ólétt að skilju. Þetta er í ágúst og hún á henni held í október og leigubíllinn lætur okkur út, skilju, vitlaus megin og er bara farin og við sjáum bara alla sýninguna og allt bara hinum megin við, þú veist, sjóin, skilju, yfir kanalinn. Já. Og ég bara, við erum bara að fara að missa af þessu og Ísabella með okkur. Elisabeth Gunnars held nú ekki, þú veist nú hvað hún er ákveðin. Og hún bara byrjar að hlaupa hana á bumbinu, bara leikur við help, bara eitthvað veifa, fyrst einhverjum svona kanaltaxi, ég vil ekki segja svona siglum kaupinu, eitthvað. Já, svona túristadæmi. Já, gælan stoppa alveg hvað, hún bara, can you help me, I need to get over there, eitthvað svona stór bátur, og kona bara eitthvað, nei, og ég var bara þetta, ég hefði bara pakkað saman og farið heim, skilur. Já, þetta er bara búið spil. Já, nei, hún var ekkert að gefast upp, svo sjá allt henni komið bara svona duggandi á svona gúmitöru,
einhver fulltækar liði svörtum hettupeysum, bara einhverju gaurar og hún bara eitthvað help, ég man ekki hvort hún sagði help, ef hún kallar eitthvað á það og veifar þeim eitthvað, bara eitthvað svona, notar eitthvað kúlun og eitthvað svona, ég veit ekki hvort að við haldum maður að fara að fæða eitthvað og svo koma svona að brygginni og hún bara eitthvað, ég man ekki hvernig hún orðaði þetta einu svona einsku, hún baði á að skuttla okkur hérna yfir, þú veist. Já, skuttla, maður fá far. Hínum megin við bryggjuna, skilur. Og næsta sem ég vissi, ég bara Ísabella drifði þú honni og hún bara henda henni honni í bátinn og ég fór honni í bátinn og við hérna, þú veist, og svona eftir á hyggja, ég bara bátinn með hverjum, skilju. Já, nákvæmlega, einhverjum gaurum í svörtum hættupessum. Og þetta er svona spýttbátur, skilju. Oh my god. Já. Ég held ég hafi séð vídeo eða myndir eða eitthvað af ykkur vera brunni í þessu bát. Þegar við örgulega tekið þetta upp. Svo hringir Elisabeth mynd bara í Fannar í 66 og hann tekur vídeo af okkur, komum bara svona siglandi að. Við vorum einu sem komum báta á þessu tískusningu, þetta var ógæslega fyndið. Bara eins og það verið drottningarnir. Þetta var pínuð þannig, þetta var ógæslega fyndið, en geggjuð sýning og ógæslega gaman og þetta er svona mjög eftirminnilegt bara og þegar ég skoða myndir af okkur á þessum bát, það er bara hvernig bara, ég pældi ekki eins og í því með hverjum ég var að fara borð með, skilur. Nei, og bara dóttuðina, það sem að gera ekki fyrir tískusýningu. Nei, já, en þú veist, þetta gerðist bara allt svo hratt, en þetta er það sem ég dyrka við hana, Elisabeth, það er bara svo ógeðslega úrræð og maður er engin hætta og þetta ekki fara að komast inn á hverju sýningu eitthvað með henni, ég er alltaf bara, I'm with her. Já, en það er annars sem við ætlum tala hvað þetta hefur breyst með tískusýningar og svona, þú veist, það hefur breyst mjög mikið með áhrifavöldum. Nei, já, þegar ég bara hér áður fyrr. Gamla golden. Herru, þá, einmitt, svo, þú veist, við höfum oft rætt. Reyndar hef ég ekkert alltaf tíma til að fara svona sýningar. Nei, þú veist, og já, en bara að því að, en auðvitað langar mann kannski gera meira á því og maður hefur farið á þessar rotate-sýningar svona undanfærið að því að þau eru alltaf að loka. Farsumvík, þannig er svona síðasta daginn svona kvöldi. En það var alltaf þannig að við sem erum að kaupa inn, við erum náttúrulega að kaupa af, við erum viðskiptavinir og við einhvern veginn, maður gekk bara við vorum aðal. Við sátum bara front row, bara með Helenu Kristjansen, módeli og bara drottningin á móti okkur. Já. Bara eitthvað fræga danska leikonur og við vorum bara við vorum bara aðal númerinn hana. Og svo drottningin þau bara líka aðal, þú veist bara móti okkur, við fengum bara jafngóð sæti á drottningin. Já, enda líka ættu við að vera mikilvægast af fólki þess að við erum að versla. En við fáum valla miða, við þurfum alveg að hafa fyrir að fá miða. Við þurfum að fyrir að fá miða og það er sko heldur betur ekki front row. Nei. Maður er bara með almónum hann eitthvað þar aftast, bara eitthvað, svo bara eitthvað, nenni að færi ykkur. Já, þú veist, maður er bara eitthvað á ég að færi með eitthvað lengra eða. Svo eru þau bara allir áhrifavaldarnir, bara eins og. Það er eigu þetta. Og sko ég er búin að vera að fylgjast með. Ekki það, auðvitað þær alveg og það er kannski líka annað sem við ætlum að fara inn á. Mér langar að segja hvernig þær gerir þetta. Þetta er sko þannig að þær fá boð á sýninguna og þær segja já og ég ætla að koma eitthvað og þær þurfa að koma í fitting sko viku áður og þær fá sko að velja sér föt til að vera í og þess vegna er það líka í front row út af þær eru auðvitað í fötum frá merkinu sem er að sína þannig að þær eru partur af sjóinu skilur þannig séð og þetta er það sem hefur breyst en þær skiptum föt kannski, þær eru að fara kannski 5 sýningar og þær fara þá bara í 5 outfit ég er að hafa hort á þar bara hlaupandi klósett, skiptum föt í bílnum og þetta er auðvitað geðsjúk vinna þær eru alveg búin að plana og veist, það var sko 100% áhrifavaldur á hæðinu fyrir ofan mig á hótelinu því ég hef aldrei hægt neitt labba jafn hratt ég litli herbyggi og vorum bara pæli hvað og maður er bara bara á milli bara nei hún er bara að máta föt bara ég bara veit hún var að máta föt skilur en það er sko þú veist auðvitað skiptir sér áhrifavaldar svona máli en ég bara einhvern veginn að því við ætlum að fara inn á það nei þú ert upp á þessu áhrifavaldurinn minn en sko en þú ert samt þú ert bara þú, æskilur kannski það er líka, ég veit ekki, þekka það ekki nei. Ég veit það ekki, ég hef alveg skoðunar en ég hef alveg hitt einhverja eins og Polly Annie sem er smá uppáhalds hjá mér hún er norsk og ég var þá náttúrulega með Elisabethu líka og Elisabeth bara, farið til að taka mynd og ég bara, nei, ég bara skeitt í mig og ég var sko, þessi mynd ég var svo hrætt við hana, mér leið bara að ég væri með þú veist, eitthvað svona stórstjörnu og ég sko svo bleiki framan á myndinni ég get ekki einu svona nei, geta ekki það er ekki bara þetta það er bara önnur okkar sæta á þessari mynd ég er bara Photoshop eitthvað ég meina ég ætla eitthvað að tjekka það þetta er hvort er allt fake þannig að hvað er eitt Photoshop milli vinna það er rétt maður en herðu já, eftir minnilegasta tískuvíkjum þú varst að rifja þetta upp á hann við erum oft sagt þess að sögðu þegar við erum á okkur klúbbi
Já, vorum aðeins að jamma eftir Já, vinnu. Það sko. var í golden old Já, days. það var í golden days og ég bara segja að það má alveg haffa kaman líka skilur. Stundum, og smá. og það var alveg svona mikið að partíum og svona sem kannski líka öðruvísi núna. Já, það var ekki mikið þannig núna. Partíin eru kannski líka svona meira á svona milli 8 og 10, Já, milli 7 og 9 en þú veist, og tískusinninga byrja bara 10 mótna. já, sko. já, en áður þá var maður einhvern veginn bara með allir liðin og dísel eða þessum og hinnum og bara langt fram eftir. Já. En þá var maður ungur og vitlaus, Já. en ekki það að maður var samt mættur í morgun með kláðan 8, ding, bara undan öllum, bara ferskastur. Og bara þreytt að koma heim. Já, bara maður Ég getur var ekkert þreytt þarna. Ekkert þreytt. Ekkert frekar en núna fyrir maður kemur heim. Já. Þú veist En ég var bara ekki ég held bara myndi ekki hafa það í þetta podcast en það ég var svo ræðilega, ég bara make-up mitt muni ekki duga til að mála yfir þetta. Nei, en svo ég vil líka bara segja á laugardaginn, þegar ég kom heim, ég var ógeðslega þreytt og þú veist, ég var að segja að Ari var bara ekki not buying it, búin að vera einn með krakkana, elda öll kvöld, svo kem ég heim bara, svo erfitt líf, ég er ógeðslega þreytt. Nei, sko, ég gerði gær. Ég var að passa bara í 8 tíma fyrir bróðum minn, 3 börn, toppaði það. Já, Það er það sem heldur mann ungri. já. Ég var bara að elda hakkspæti með hóra á axlinu og svona bara, þú veist, ég var búin að gleyma. Já. Bara respekt á alla mömmur. Já, Bara, þú veist, ég er náttúrulega bara yngsta barnið mitt í 20, sko. Já, nákvæmlega bara fullarinn, sko. En ég ætla að segja, þegar við vorum þá sjaldan, þegar maður kíkti aðeins saman á klúbbin og þá, af hverju var einhver sem af hverju voru að spyrja hvað hann hét? Nei, sko, þetta var þannig, við vorum bara að dansa. Það var bara slánið þarna að hlina okkur að dansa. Já, bara ógeðslega hár kallmaður. Ég var ekkert að pæla í honum. Og svo kallar einhver á okkur og segir var ekki Sölvi? Já, einhver segir eitthvað svona hvað heitir gaurinn hann að hlina, eitthvað Mæja? Og ég bara eitthvað, ég veit ekki, og ég er náttúrulega alltaf pínu feimnari típan. Ég segi, Mæja, fara að spyrja hann gaur hvað hann heitir. Og þú lappar þú lappar svona hálfdansandi svona Geðu ykkur stið. Já, geðu ykkur stið. Pikkar í hann, hann var náttúrulega ógeðslega hár, þú náðar hann upp í sko buxnastreng sko. Pikkar í hann og segir svona, og hann beigir eitthvað niður og þú segir, hey, what's your name? Og hann segir, Ríó. Og þú bara, ok, fatta hann náttúrulega neitt frekar en ég, kem tilbaka og segir við strákana, þetta er Ríó. Oh my God. Ok, já, bara klára söguna, þá var þetta Ríó Ferdinand, fótboltamaður, Manchester United. Og við bara, þá þurftum við að fá mynda okkur Já, þurftum við að fara að taka mynd. Já, einmitt, af því að það voru ekki digital vélar. Svo er ég mjög spennt að prenta nú út þess að sína, þú veist, að við höfum hitt Ríó. Það vantaði ennið á hann. Af því að við varum litlar og náðum hann bara upp í nafnlaskinu. Til að passa inn í ramman, það bara þetta að kötta ennið af gaurnum. Nei, menn það var bara tekið þannig. Já, ég veit það. Ógeðslega litla tekið mynd, en allavega, við hittum Ríó. Til að við náðust að myndina, þá gat ennið hans ekki vinnið, það fittaði ekki inn. Ógeðslega skemmtilegt. Já, en þetta var... Elskar við ekki þaktan. Nei, ógeðslega fyndi. En átt þú ykkur svona, þú veist að við erum að tala um áhrifavalda svona, hvað þeir hafa breytt miklu, hvað var þar bara eins og til dæmis það að við vorum eins og front row material sem við erum bara alls ekki í dag. Alls ekki. Og auðvitað, þú veist, er þetta bara með öllum samfélagsmiðlum og svona breyst og svakalega. Þannig að sko, ég er bara spáði, átt þú ykkur svona, af því þegar ég tala um fyrsta þetta TikTok-trend, þá er ég ógeðslega áhrifagjarn. En ég er ekki svona, ég get ekki sagt ég er einhvern svona uppáhalds áhrifavald. Ég verð meira bara svona, þú veist, ég byrja að sjá eitthvað oft eins og á TikTok, þú veist, ef ég er eitthvað svona væral eins og, þú veist, þetta serum hann sem ég keypti mér eitthvað svona, ef ég er ofta að sjá það, ég hugsa bara, því fleiri sem er að nota. Það er basically bara auglýsingar, sko. Já, ég veit það, en ég er að segja, þú veist, það er það sem að, þú veist, ég er áhrifagjarn á það, en það er ekki eitthvað svona heilagur sem ég bara followa og bara langar að gera allt eins og. Ég held að það hafa breyst svolítið, ég held kannski að hafa verið með eitthvað svona uppáhalds einu sinni. Þegar þetta kannski var meira svona nýtt. Já. Af því í dag er maður eitthvað sem maður vill ekki láta en mér langar eiginlega að nefna áhrifavalda sig. Fyrst að við vorum, en ég náttúrulega fylgist með þessum íslensku öllum bara, og mér finnst það bara ógeðslega gaman og pikka bara sumt upp frá sumum og annað frá hinum. Ég gerir það alveg klálega líka. En, þú veist, úti er ég með Janka Poljan eins og ég nefndi og svo sumar er bara, finnst mér taka ógeðslega flotta myndir og ég bara stúdra hvernig, þú veist, hvort það sé að taka á filmið á Canon eða á síman eða, þú veist, og hvernig, skilur en mér fannst, sko, mér langar að nefna aftur stelpurnar í Rotate út af því að, þú veist, að því vorum að tala þær á það og þær eru náttúrulega að heita Þóra með þotni og hún er náttúrulega íslensk og það vita það ekkert allir og Jeanette
og hérna En þær byrjuðu bara sem áhrifavaldar. já, það byrjaði samt þær voru bara svona pínu líka réttum á réttum stað á réttum tíma, sko. Þær voru að vinna, ég man ekki hvort önnur að var ritstjóri eða hvort það voru ritstjórn eða þær voru að vinna fyrir Costume Magazine sem danskt blað bara. Og, en voru örgulega þar að leiðandi þekktar sem það í já, til dæmis en þar voru gegnum það bóðið á alla sýningarnar og svo voru þær orðnar á öllu myndum, götutískan og eitthvað svona, þú veist. Og ég man eftir þeim. Ógeðslega svalar gellur, sko. Ógeðslega svalar. Ég man eftir þeim, sko, á bara vera að taka myndir af hver annari bak við Axnahallinn hann bara bak við sýningarhúsið og ég var alveg bara að pikka manni minn og segja, hvað er það að gera? Þú veist, little did I know að ég ætti eftir að vera að taka svona myndir for the rest of my life, skilju. Já, nákvæmlega. Og það var svona fyrstu sem ég sá vera að gera þetta og vera að pósta og eitthvað svona. Og þær enduðu svo á því að náttúrulega hætta hjá þessu blaði og stofna sitt eigi merki með þessast hvað heitir þetta, Rotate Birgir Mikkelsen? Nei, Birgir Kristensen. Já, Birgir Kristensen. Birgir Kristensen er náttúrulega ótrúlega gamalt og rótgróðu fyrirtæki, 100 og eitthvað ára, búið að vera strikin í Kaupmannahöfn bara forever, að gera för, þú veist, skinn. Já. Og þessna ekta. Og þessna voru þeir deyja. Já, balmað. En þeir eru búin að loka. Já. Og þetta ásamt Remain tók við. Og ég veit ekki alveg söguna. En Remain er sem sagt annað merki sem var undir sama hatti. Já. En mér er sko svo gaman að fylgjast með þeim, hvernig þeir hafa bara blómstra og vaxið og bara búin að gera geggja hluti. Og ég er bara fucking stolt að Þóra sé íslensk. Pardon my friends. Mér finnst það gæt, mér finnst ekki nóg margir vita. Og þegar við fórum þessa sýningu, þá vorum við með fjölskyldun hennar. Já. Mér finnst það svo gaman. Fjölskyldur okkar. Já, Eva og Pétur og þau. Já, já, systirinn að Þóru og Pétur í mannum hennar. Já. Þá vorum við eitthvað stolt. Já. Maður er svo stoltur, mér finnst bara geggja og mér líður svo að veit ekki nóg margir, hún er íslensk. Er við búin að segja það? Já, og við skulum líka posta og segja hans frá því á Instagram. Já, mér finnst það bara eitthvað svona, já. Ok, en hérna, sko, ég ætlaði að spyrja þig, farð þú oft svona mammuskubit? Sko, ég hugsaði, já. Að því að þú veist, maður er ofta að spá í bara, maður er alltaf einhvern veginn brjálækir hjá minni og ferðast og eitthvað svona og bara, þú veist, ég er með 4 börn, þú með 2, við erum búin í þessu lengi, ég er oft spurð bara svona, how do you do it all? Eða skilur þau? Ég var oft spurð að þetta er þetta ekkert málum með lengur, en sko, ég man alveg eftir þegar það voru lítil, þetta tók oft í og ég held stundum að þessi verra fyrir mömmuna heldur en barni og ég man eftir þessu að Magnús var lítill, ég var alltaf í Parísuna, ég var alltaf að ringja bara eitthvað, hæ, ásti mín, mamma saknaði, eitthvað, hérna, ég var svo lítill í mér, sko, og ég var flughrætt í fyrst skipti í lífun, ég elska að fljúa, sko, ég elska það líka núna, en þegar ég voru lítill var ég flughrætt, maður er svona líffrættur, eða veist ekki, og hérna... Já, maður verður miklu líffrættur. Já, meðan þeir lítill. Maður er ekkert að fara að hoppa bara á flugvél, bara í, hérna, hvað heitir þetta? Fallíð, veistu? Já, fallíð, akkurat. En þú veist, og ég var manna, hann var stundum bara, já, elska líka mamma, en ég er í Playmo og talaði setna. Þú veist, hann var ekki harprókun en ég. Nei. Þannig að, og svo svona, fór ég að reyna kannski, þetta voru kannski alltaf bara hverju 3 dagar að bara reyna, þú veist, ekki vera að syngja, kannski að rugla í honum, veist ekki. Nei, já, nákvæmlega. En svo hef ég náttúrulega líka bara, hérna, ákvæði náttúrulega því ég fór í mitt eigið fyrirtæki. Ég bara hef tekið ógeðslega mikið með. Þú gerði það líka, þú varst að vinna. Já, reyndar. Ég fór með Ísabellu á tískuökunni í París sem var 4 mánaða og... Maður lætur ekkert svona stoppa sig. Nei. En þú veist, en maður... Ok. En þá maður horfa á þetta á marga vegu. En ég tók þau bæði með þegar við voru 7 og 1 á tískuökunni í Kaupmannahöfn og þá var ég reynda með mömmu með mér sem passaði fyrir mig. Já. Þú veist, af því þá gati ég ekki fara á hennar og því ég var með hann að brjósti. En eins og segja, auðvitað maður horfa bara á þetta alls konar, skilur þú veist. Og í dag hugsaðist, var það góð hugmynd? Ég veit það ekki. Nei. En þetta var samt líka smá dýrmætt, finnst mér, að sýna þeim. Að það er... Hvernig fiskurinn kemur á borðið. Já, einmitt. Og krakkarnir mínir að fara með okkur í margar verksmiðjur og kert með okkur allan heim út og við hefum ótrúlega oft að við erum á þetta okkar eigi fyrirtæki núna og svona blanda saman vinnu og fríið, við erum kannski að fara í verksmiðjunar okkar í Ítalíu, við erum í verksmiðjur Suður Ítalíu og við erum líka að gera klúta í kringu Como og þá hefur við erum fullkomið að taka frí í leiðinni og þá hefur stundu tekið svona bara að þið verið ókslega góða þessum fundið þá fyrir við varsvænubröðakar á morgun, eitthvað svona en ég held með þykir aldrei dýrmætt að hérna, þú veist, að þið sjáu bara hvernig svona vinnum við, skilur og þau læri bara og mér veistu bæði allavega
ógeðslega dugleg, skilur þannig að eitthvað Mér finnst hefur að skila sér ógeðslega bara. mikilvægt að sína gott fordæmi, en auðvitað þarf að vera báða vegu. Maður þarf líka að sína fordæmi að maður geti tekið sér frí. Maður þarf líka að sína fordæmi að, þú veist, að einhvern veginn maður geti haft gott jafnvægi í þessu. En ég er alltaf þar, bara maður á bara að gera það sem manni sjálfum finnst best á þeim tíma. Þetta er bara eins og þegar að styrkar minn sem er 10 ára í dag, eins og til dæmis, þá einhvern veginn vildi ég ekki missa mikið á vinnunni þegar ég var í fæðingarlaug. Þannig ég ákvað að fara 2 í viku með hann frá því hann var 3 mánaða. Ég var bara alveg í frí 3 mánuði. Fórstu með hann á fundi? Ég fór bara með hann upp í vinnu. Ég gerði það líka. Þú veist, ég man ekki 3 tíma á dag, eitthvað frá 9 til 12, af því að ég hugsaði bara, ég verð geðveik. Ef að ég bara, það voru ekkert margar svona einhvern veginn vinkonum mín í orlofi þá og... Nei, tengdamamma mín sagði líka við mig, það er ekki endilega hvað ert marga klukkutíma, heldur bara hvað ert að gera þegar þú ert heima með börnin. Ert þú veist, sjónvarpið eða ert í símanum? Þú veist, þannig ég átti alltaf svona vandaði með að eiga svona kvóli tíma með þeim. Fór alltaf að las fyrir þau, sofnaði mjög oft með þeim, skilur. Þú veist, ég bara passaði hvað ég var að gera þegar ég var til staðar, skilur. Að ég var til staðar, skilur. Já, en þetta er bara það sem ég ætla að segja, þú veist, eins og þetta var bara rétt fyrir mig á þeim tíma, svo að ég myndi ekki missa geðheilsuna. Og þá bara ákvaði að taka hann með mér og hérna 2 viku bara, ég náttúrulega elska að hitta fólk og tala við fólk og svo þegar ég átti Storm, að þá einhvern veginn, hann er 8 ára í dag, þá vissi ég alveg að þetta yrði síðasta barnið mitt. Þegar áttur að maðurinn minn sé ennþá grátbíðum fleiri börn. Hvað er að? En hérna, það er annar mál, og annur umræða. En hérna, þá hugsaði ég bara, þá langaði mig bara að kúpla út. Og ég hugsaði bara, þannig að þá ákvaði ég bara, ég ætla bara að vera í orlofi og ekki að vera í vinnuna með hann. Og það hendaði mér á þeim tíma. Mér finnst bara svo mikilvægt að maður gerir bara standið með sjálfum sér og ekki að láta hugsa hvað öðrum finnst. Er hún bara mætt í vinnuna með barni lítið og eitthvað svona, það er bara eitthvað sem ég þurfti á þeim tíma og það var enginn að íta mig út í það nema ég sjálf. En svo er líka að hugsa, mér finnst líka bara ógeðslega gaman að vinna. Það er kannski vandræðalegt, ég veit það ekki, en það er bara eitt af áhugamálunum mínum. En ég sleppti ótrúlega mörgu öðru, eins og ég djamma aldrei. Þú veist, ég bara drakk ekki og bara, þú veist, ég bara valdi gætt vel það sem ég eitti tímanum í mín. Og eitt af það sem ég valdi að velja var að vinna, en eitt af það skemmtilega sem ég gert í mínu lífi er að vera mamma og ég myndi, þú veist, mér finnst það bara besta hlutur sem ég á æfni fengi og örgulega öllum, skilur, en þú veist, það er svo fullt annað sem getur sleppt. Ég til mér horfa aldrei á sjónvarp, eins og þú er kannski búin að glögglega komast að. Já, við erum að vinna í því. Ég er að vinna í því, núna hef ég tíma, skilur, en ég valdi bara að eyða tímanum sem ég hafði, öðru sig, skilur, og með bara allir gera sitt, en bara þannig að mitt mann líði vel. Já, ég allan svona eftir ég var stór. Eftir ég var stór. Já, eftir ég var stór. Ég bara, og kannski líka bara einmitt með svona, það er bara einhvern veginn, ég bara stend með sjálfur mér og ég bara geri það sem ég vil gera og það sem henta mér og ég er rosalega lítið að spája hvað öðrum finnst. En mér finnst það góður eiginleiki, því ég hef ekki alltaf verið þannig. Þú veist hvernig það er, þú veist að maður auðvitað þegar maður er kannski ég veit ekki, mér finnst það gæða þetta. Ég hugsaði líka alltaf bara, ég vissi svo mikið hvað mér langaði að gera. Mér langaði að byggja upp fyrirtæki svona hins einu og mér langaði að gera svo ógeðslega margt. Það hafði ég ekki tíma til að missa svefn á djammi. Ég hef ekki tími í það. Og eða tími að vera þunn, það er bara ekki boði. Þú veist, finnst mér. Þú bara greinlega mjög góð í að forgasa. Já, og ég valdi bara það sem að, mér langaði til að byggja upp fyrirtæki, mér langaði til að vera með krökkunum mín og mér finnst líka bara, einmitt þú sem, bara standa með sjálfu sér. Eftir að hyggja bara ógeðslega gott hjá mér. Já, ég bara líka að segja, þú veist, það bara, maður þarf bara að gera ákveðna hluti til að komast á þann stað. Maður færi ekkert allt upp í hendurnar. En síðan, þegar ég hætti að vinna og þá verðum við bara á Spáni og partí og allavega, það ekki? Jú, þá byrjum við aftur að djamma. Ég lagaði til. Við erum náttúrulega, hvor er að drekka mikið, ég ekki neitt, en þú kannski, en hérna, við kannski bara, hver veit? Já, nákvæmlega. En svo vorum við með slúðurhorn. Herri, ég ætlaði líka að segja, að því að mér finnst mikilvægt að koma inn á það, þegar ég bjó til London og var að vinna, þú veist ég var mjög mikið í vinnu líka þá mitt líka að láta ekki tækifæri stoppa sig, það er það sem ég ætlaði að segja, þegar við til dæmis opniðum búð í Hong Kong. Já, akkurat, að þá bara átti ég að fara og verið 3 mánuði, bara að vinna, bara og koma búðinu upp og þjálfa starfsfólki og eitthvað svona, og ég bara hvernig átti ég að gera það með lítið, ég man ekki hvað Ólafur var gamall. 5 ára eitthvað? Já, 4, 5. Herðu, pabbi, heldur betur til ég að koma með. Besti Einar. Já, hann er bara, veistu það, hann er, ég get bara ekki útskipt hvað hann er mikill. Ég sá það, já. Hann er bara, þú veist, hann bara,
hann er mesti jámaður sem ég veit og hann bara gera það með svo miklu, hann bara, heyrðu, tegum bara No frí vinni, problemo. kem með, Já. ég er bara að passa. Heyrðu, hann gerði það. Svolítið lík pappa henni greinlega. Já, ókslega fyndi. En það er allt ekkert mál, Nei. skiljiði. Og svo var líka annað þegar við vorum með þetta fyrirtæki sem vann hjóti sama. Vorum með 2 fransesbúðir, semst á Kýpur. Og það þurfti að vera heimsækja stelpunni sem átti þær og eitthvað svona og vera þær í viku og eitthvað svona. Pabbi bara, kem með þér. Hann bara tók sér frí í vinnu, kom til Kýpur. Þannig ég segja, það er bara, þegar maður á góða ár, it takes a village. Já, það takes a village, það er alveg satt. Þannig að ef maður er með gott net og svona, þá á maður bara að grípa tækifærinu og reyna að láta ekki neitt stoppa sig. Sammála. En slúðurhorni, það er ekki beint slúður í dag. Það er ekkert mikið slúður. Mér finnst svona stærstu fréttir vikunar er að Laufey af unni Grammy í gær. Hvaða snillingur er þessi krakki? Í alvörinu, sko. Sér hvað er stolt að henni. Já, mér minnir, sko, því að ég var ekki að hlusta með hljóði, en hún var í ógislega flottum svona einhverjum fjólbláum kjól. Hún er alltaf ógislega flott. Já, og mér fann, sko, ég ætla að fact-checka þetta, ekki bara taka þetta með pinch of salt, að einhver hafa spurt, í hver ertu? Og hún var bara eitthvað, ég veit það ekki alveg, en hann er mjög fallegur. Þannig að mér varst það líka svo flott, og hún var rauð á treglinum. En með henni, hún vann sem sagt Elton John, Lady Gaga og Barbra Streisand voru öll til með. Halló. Ég meina, halló. Nei, þú veist, hvað er vegt? Víkingaklappi. Já, víkingaklappi. Ég er að fara tónleika með henni á Íslandi, þá hún kemur. Í alvörunni, á heppin. Og og hvað, ég þrá ekki að vikunar. Sko, ég hugsa þetta alveg, þrá ekki að vikunar, ég er svo þreytt. Já. Að þú veist, bara líka við andliskrem og kvíldskilur eða eitthvað, mér datt ekki eins og neitt í hug. Maður er bara að recharge eftir þetta og bara... Já, ekki það, ég er orðin góð núna, ég átti góða helgi á fótboltamóti. Já. Já. Eins og maður gerir þegar maður er í fríum helgar. Ekki það, ég elska mömmur, vina stráksins míns og við erum allar góða vinkunar. Þetta er bara eins og við að hittast núna, þá erum við bara, við hlakkaði til að fara á þetta fótboltamót. Það getur við leikið. Geðvegt. Þú veist, þannig að það var ógeðslega gaman. Já, næslegt. Það var, og handboltinn náttúrulega var að klárast, þannig að svo þrá ekki að, maður er að fá svona lífsitt tilbaka eftir það. Já, nú er það búið. Þetta er alveg svo. 4. setið, samt heldur gott. Anna Hú. Já, guð, Anna Hú, það er nú ekkert að kvarta í því. Nei. En já, ég held bara, hvað við erum búin að bladra mikið. Já. Þannig að bara, ég hef ekki bara segja sjáumst í næstu viku. Það ekki bara. Takk fyrir okkur. Adiós. Bye.